Ég heiti Kolbeinn Egill Þrastason og þið eru að horfa á Tveir fellar. Góðan blessaðan daginn og eru velkomin í glænýjan þátt á hlaðarpinu Tveir fellar. Í dag erum við frábæran gest, hann Kolli, eða betur þekktur sem I'd Respect á TikTok, og fullt nafn hans er Kolbeinn Egill Þrastason. Og við slum geða heimilsfang líka og alls konar svona. Nei, velkomin í podcasti. Takk hjá fyrir það, bara gott að vera hérna. Þú er aldrei farið í podcast áður. Þetta er fyrsta podcasti, ég hlusta á mikið af podcastum en bara alltaf langað að koma sko, í að tala við ykkur sko, svona, bara allt og ekkert. Já, það var gaman. En fyrir það svo vitið í hverju viltu þá ekki aðeins svona, gefa þeim svona... Algjörlega, sko ég er aðalega þekktur fyrir TikTokið mitt, I'd Respect, og ekki mikið þekktur sem myndlistamæður, ég er bara þá nemandi og fekk mína frægð frá TikTok, frá fyrsta TikTokin mín í Elko. Fólk líka vel við það að sjá mig í Elko og já, það er ég. Já. En þú ert ekki útskrifast? Heyrðu, ég var að útskrifast úr myndlistaskólanum í Reykjavík og var að komast inn í listaháskólanum í Reykjavík. Já. Algjörlega, bara í myndlistabraut. Frábært. Húksta gaman. Og það byrjar í, hvað veitu þá? Hvað sérum? Hvernig byrjar myndlistaskólinn? Heyrðu, bara í ágúst. Í ágúst? Bara beint eftir sumar. Langar ekki til það? Hvernig byrjaði ég í myndlistaskólanum, ekki listaháskólanum? Nei, ég var bara að spyrja hvernig byrjar, en hvernig byrjar í myndlistaskólanum? Já, það var, þetta er 2 ára nám. Maður þarf að vera komið með sérstak mikið að einingum og ég var ekki alveg búið mínar allar einingar, átti eftir eitthvað starffræðafanga og eitthvað svo leiðis. Ég nefnilega alveg ömulegur í svona hefðbundnu námi sko. Og fann sem betur fyrir myndlistaskólan og bara alveg fann mig sjálf þar, bara kennararnir elska það sem er að gera, sem er bara, þú veist, þá finnur maður svo mikinn áhuga á náminu sko. Og já, ég bara alveg fann mig í þessum skóla og tók fjarnám þá til að klára þess að áfanga sem ég átti eftir. Og þá bara alveg náði ég þessu loksins að vera stúdent. Bjóst aldrei við þessu sko. Við í hvað framhaldsskóla varstu í? Heyrðu, ég var í FH, buðsönnuna mína og MH líka. Þannig að elskaði félagslífi í MH en fannst kennarir bara ekki nógu góðir sko. En já, og síðan bara kláraði ég mig í FH sko, gafst alveg upp þar. En Listaháskóli Íslands eða ekki? Jú, ég er það svona þar inn. Pínur svona leiklistaskólinn, þú svona ferði svona og nokkur komast inn, þú veist? Já, það er fullt af fólki sem sækir og ég þurfti bara að búa til portfóljó, bara með mínum helstu verkum og sem ég mestan áhuga og sína bara svona pælingar. Og síðan átti ég að koma inn, þú veist, er mér boðið í viðtal eða ekki boðið í viðtal, og sem betur fer náði ég að standa mig vel í viðtalinu og bara komast inn sko. Það var einn svona Simon Cowell típa sko, í viðtalinu sem var svona að reyna að vera neikvæður og reyna að svona stressa nákvæmlega, en sem betur fer þá náði ég svona tjarmana aðeins og hún var skælbrósandi í endan á viðtalinu, þannig Hvernig spurningar eru á svona viðtali? Þið voru bara að pæla, þú veist, hver er bara mesta inspirationi í listinni og þú veist, hvað listamenn fílaru og hvað er pælingin bara bak við listina aðalega. Og maður hafði bara eitthvað 10 mínútur, þannig að maður var svona að reyna að sína allt efnið sitt eins fljótt maður gat. En já, bara stressandi en samt skemmtilegt sko. Já. Hvenær færðu áhuga á list? Eða þú svona að ertu þá teiknað að mála núna? Ég mest í það að mála núna sko. Og ég teikna samt mjög ofta á svona bara post-it miða, gula post-it miða, og var alltaf að festa á einn vegg heima hjá mér. Og þú veist, þá er aðalega bara svona skrýbó karakterar eða eitthvað svona þannig, en ég er alveg mest að mála abstrakt núna og þú veist, eiginlega pæla meira í streganum sjálfu heldur verkinu sko. Þannig að, heyrðu, talandi list, langaði að gefa ykkur gjöf, strákar. Nei, Jú, þetta gengur ekki. Nei, gengur ekki. Þetta gengur ekki. Þetta gengur vel, strákar. Takk fyrir. Þetta eru þið tveir félagarnir. Já. Þetta er þetta gegga. Þetta er nett. Það þarf að zooma inn á þetta. Takk fyrir þetta. Ekki mál, strákar. Ég bara að gera þetta aðan, langaði bara að gefa ykkur. Pant. Pant, komið þið. Þetta er ekki að upp í stúdíóinu? Já, reynda, annar maður að geta sett við. Takk fyrir þetta. Já, ekki mál, strákar. Já, hún elskar list sko. Gaman sýninu þetta. Frábært. Svo ætlum að gema þetta hérna, ætlum ekki eitthvað. Ertu búin að merkja þetta? Já, merkja þetta hérna. Frábært. Kolli. Geggjað.
En Nú hefur við gefið gjöf og fengið gjöf. Já, við höfum bara gefið eina gjöf. Já, hver fikk gjöfina? Það var Ólaður Darri. Já, vá, hann er flottur sko. Hann er flottur. Hann er geggjör. En já, þú ert að mála og ég sá, varst ekki eitthvað, það var eitthvað frétt eða eitthvað þar sem þú varst að svona sýndir artið þitt á listasýningu. Var það svona eitthvað out of order, eitthvað svona? Já, rammin, það sem rammin saman sem er svona- strígin var Nákvæmlega. svona eitthvað fucked up strígin. Já, það er það sem ég var svona að pæla sko. Já. Ég prófaði, ég gerði þetta verk sko, skrifaði svona out of order og ég var búinn að plana að ég ætla að brjóta strigan, þú veist, bara til að þetta væri svona bara bilaði strigi out of order og sem fekk ég lokaverkefnis hugmyndina út frá því. Það er svona, ég vildi, þú veist, eins og skera í strigan eða þú veist, ég fekk það svona inspiration frá einum listamanni, Lucio Fontana. Hann svona skar í strigana sína, bara svona gerði einn lit og skar í það. Ógeðslega bara svona áhugavert, en þetta var svona á sínum tíma var þetta rosa nýtt, bara að eyðileggja strigan einhvern veginn. Já. Og ég bara svona gerði mitt eigið frá því og var að brjóta strigan og þú veist, notaði kertavax til að mála og hann sagaði striga í tvennt meira sem, svona tengdi hann saman með einhverjum þræði sem Já, ég málaði. ég sá það. Algjörlega, og það var svona samansetning af því og það hét hann Distortion of Canvas, hann að verki sjálft, og fekk að sína það. Sem betur fer þá var einmitt byrjað að bólusetja fullt af fólki, hann að fengum að sína, þú veist, fjölskylda og nánustu fengi að koma í skólan og skoða. Hann að það var ógeðslega gaman sko, annars hefði þetta verið bara á netinu og ég fíla það ekki sko. Nei. Ég elska að sína listina sko. Já, þetta er örugglega mest reyndin spurning heima, en hvað, hefur þú verið bólusettur? Já, AstraZeneca, fyrsta sprita. Bara langt síðan? Já, fyrir mánuði og nokkrum dögum, en ég þarf að bíða alveg einhverja 2 mánuði í viðbót sko. Já, það var með AstraZeneca eitthvað lengi. Rosa lengi bið ef maður ætla að fá alveg 100% virkni sko. En síðan getur maður farið í hvað heitir það, mótefnagreiningu til að sjá hvort að maður getur farið í bara seinni sko. Kostar samt einhvern 80 kall sko. Ég er fátækur listamaður hérna sko. Þú ert ekki búin að fá spons á TikTok? Nei, ekki en þá sko. Ég er að vinna í, á maður ekki að taka gifla í eitthvað. Já, þá koma þeir eitthvað Já, það ekki. Hey, you're chosen. Já. Þú vinnur í Elko eða ekki, sant? Svona með þessu. Jú, minn sem sölumar í tæknideildinni. Já. Og í hvað felur það sér? Sko bara, þú veist, allt frá því að bara passa búðin lítið vel út, bara frá því að vita bara eiginlega allt sem maður er að selja og þú veist, bara leiðbeina fólki að vörunum og eins og í einu TikToki þá svona gerði ég grín á því að hljóp eftir vörunni sko, alveg hljóp í hringinn í kringum búðina. Þannig að þú veist, það er bara vera góður sölumaður og maður þú veist, fekk á það svona svolítið sölubónus ef maður var að standa sig vel sko. Það veist, ef maður var að selja nógu mikið. Cool. Þetta er bara sjarma eitthvað fólk bara. Já, sjá þetta sjóarp, en þetta er dýrara. Þetta er svona með fleiri svona pixlum. Nákvæmlega sko, eftir að grímunar fóru sko, þá mátti ég sleppa að vera með grímið, þá gæti maður loksins selt aftur með brosinu sko. Það var bara, já, þessi var svo flott sko. Hvað er svona algengasta spurningi sem þú færð í þessu öllu? Hvað símið bestur og eitthvað svona? Já, það er það eigið AirPods og síðan er það ekkert að tala AirPods sérstaklega, bara heyrnartól sem eru þráðlaust. Svona happy plugs. Já, happy plugs nákvæmlega. En aðalega bara, þú veist, mjög mismunandi, mest í símum og tölum sko. Bara spyrja hvað það þýðir í rauninni upplýsingarna. Svona gamla fólki. Já. Hvað, skil ekki. Þannig að þið fyndið að áður en að þú komst í viðtalið. Já. Þá vissum við ekki á TikTokinu, bara fyrir núna. Já, nákvæmlega. Og það eins af því sem var það myndlistamæður og þú veist, það var ráðist á því af rotti. Já, yes, þið myndist á þetta. Sérst, ef við googluðum þá þetta fyrst sem það kom upp. Já, kíktið á fótós og sáðu bara fullt af rottumyndum. Já, var eitthvað þú eitthvað með bit eitthvað hérna? Já, sko, það er rosaleg saga, sko. Það var það sem ég var fyrst þekktur fyrir og ég var þekktur sem rottupanninn í einhver tíma sko, það var ógeðslega fyndið. En það sem gerðist, ég bý í Vesturbænum, annað bara hliðin á Kaffi Vest og geggja. Við höfum að fá Gísla Martin. Þú veist Gísla Martin einar nágrann minn. En það er kaffehúsið sem hann á? Algjörlega, hann á það. Hann kemur 2009, kl. 3, ekki að fólk. Ekki lofa neinu. Ekki lofa neinu. Ekki lofa neinu. Ok, nema cancel. Ok, kannski. Við erum alltaf bara bókan. Já, með það, ég var í Vesturbænum bara og
með tveimur vinum mínum og þeir voru eitthvað skutist út í 10-11 sem hann nálægt þegar það var þannig ennþá og ég var bara að bíða eftir þeim fyrir utan húsið og ég sé mús eða það sem ég held að sé mús þannig að fara svona handa með hornið og ég sem bara dýravinnur sem ég ákvað mér langar að grípa hana á og reyna að banka upp hjá fólki á skilinni bara átt þú þessa mús bara ógeðslega áhugavert og hún fór niður einhver stiga sem var einhver hurð að einhverju íbúð og ég náði svona króana af og beygði mig svona niður og ætlaði svona ná henni þegar ég skoðaði hana aðeins betur og þá sá ég að þetta væri svona hún var ekki með hára á skottinu og ég svona fuck, þetta er rotta og þá einmitt snýr hún sér við hvæsir á mig sem bara aldrei heyrti rottu hvæsa áður hún hoppar á mig og bara nær mig beint í puttan sko. og ég bara held henni hérna upp sko, alveg ógeðslega stór líka sko. og ég vil ekki rífa hana af annars bara, þú veist, rífi bara skinnið á puttanum sko. þessi betur fyrir sleppur hún og bara hleypur upp stigana hana framhjá og þá einmitt koma 2 vinn minna aftur tilbaka og við ákveðum að ég ætlum að reyna að ná henni sko. en fyrst næði þessari selfie að mér það sem ég brosandi hérna með hana blóðið er lekandi niður puttan sko. Náum að króna af aftur í eitthvað svona horni en þá var nágranni minn fyrir ofan búin að kasta boxi niður til að ná henni onni sko. og þá er hún aftur hvæsandi sko, og ætlar að hoppa aftur á mig og þá næ ég að grípa hana bara onni í boxið og lokaði ekki að fljótt og þá hringdu ég myndræði og hann kom að dílaði við hana en þetta er ekki svona eitthvað vesend þú veist þegar bitið að fara í sprautu og... Jú, ég þurfti að fara í stífkrampa sprautu og hann maður finnur alveg fyrir henni koma svona upp sko. fann hann svona koma upp í hálsinn þegar ég sprautaði með henni sko. það var ekki skemmtilegt En fyrst að fara í fréttinar? Já, ég fór held ég í hana hvað er hana túristablaðið Iceland Review Nei, Grapevine, já, ég fór í það blað ég fór á MBL, Vísi bara allt þetta og daginn eftir ég kom með eitthvað svona smá vafið puttan þá var allir bara wow, ert þú ekki orðin celeb núna eitthvað, rottubaninn og þurfti að segja þess að sögu aftur og aftur sko, kannan alveg utan að Þetta var og varst ekki þetta frík út að rotta hendinni en þú bara Jú, það var svolítið skrítið sko, en ég náði að sleppa því að panika með því að ekki, þú veist hann að rífa hann af mér sem ég fannst magnað sjálfur sko. Já, varst ekki bara pínu sjokki? Jú, þetta var Ég var líka ekki að búast við að lenda í þessu bara beint fyrir utan húsið mitt sko. Það er ekki venjulegt í Vesturbænum sko. En síðan líka nokkrum dögum eftir á þá, þú veist, það var greinlega bara ekki mikið á rottum í gangi því að kom frétt síðan sem, þú veist, rotta fannst í Vesturbælaug var bara eitthvað syndandi hann í lauginni og ég var taggað mjög mikið í það bara náði í kolben, hann reddar þessu það var rosa skrítið sko. Já, skrítið tímar Ólstu líka upp í Vesturbænum? Já, ég búið bara samanstæða allt mitt líf sko. Það er ógeðslega gaman og þannig er síðan bara næsta ári að fara að flytja út í kjallara íbúð bara í sömu götu ég get ekki yfirgeðið þessa götu sko. Alltaf flott gata Já. En af hverju þetta flytja? Heyrðu, bara tími til að fljúa úr reiðrinu held ég bara langar að vera sjálfstæður og það var bara pláss sko. Bara er ekki alltaf einhver tíma það Já, ég held að það hljóma vel sko. Það hljóma vel Já, hljóma vel En þú hlustar á hlaðvörp, hlustar á tónlist mikið eða ertu ekki nettlust tónlist? Nei. Ég bara, það er það eina sem ég gerir þegar ég bara má það sko. Eða þú veist eins og í vinnunni þá get ég ekki verið með heyrnartól sko, en það er bara eina sem ég gerir að hlusta á tónlist sko. Mjög margir líka tónlist á vini sko. Nú, það? Já, það er svona svolítið underground típur sko. En þannig að ég hef örugglega einhvern tímann heyrt lög með þeim sko. Já. Íslenskir. Ertu eitthvað þá inn í tónlist þá að búinu til með eitthvað? Nei, nei sko, en ég er með eitthvað 2-3 lög sem ég er að, þú veist, rappa, ég er ekki sérstaklega góður í sko, en vildi bara hoppa að prófa með vinnunum en þau eru ekkert mjög góð sko. Það er ekki þjálfaðir. Er það á Spotify? Nei, alls ekki útgefið sko, ég er ekki séns. Alls ekki. Það myndi vera Sýta á TikTok einhvern veginn? Já, kannski, sjáum til ef ég myndi elta það að vilja vera tónlistamæður sko. Mér langar náttúrulega einn daginn alveg að geta verið á okkur sviði og hann að performa tónlist. Langar ekki öllum það? Jú, flest á sko. Það er eitthvað við að geta búið til lag og alltaf
fólk að kunna það líka að Já. syngja það tilbaka til manns, það væri svona Það væri svona falleg upplifun sko. ekki. En En já, ertu í einhver öðru, þú veist, en að mála eða teikna? Ertu eitthvað að taka myndir og eitthvað svona sko, fylgir eitthvað þessu lista svona? já sko, ég náttúrulega bara, þú veist, ef ég sé einhver stað bara það sem ég finnst fallegt þá vil ég ná því á mynd sko. en þú veist, ég er ekkert eitthvað svona professionally eldast eftir því sko. En ég er nefnilega rosa svona óvenjulega óvirkur listamaður sko. Ég er ekki eitthvað alltaf að skapa sko. En þú veist, samt þegar kemur að því þá, þú veist, ef ég fæ þessi tímabil sko, sem ég langar að skapa þá bara stundum sef ég ekki, bara út að ég er bara málandi alla nótt, eða þú veist, sofna sér daginn bara, en bara mála aðalega, stundum ger ég bara svona litla skúltúra bara úr einhverju sem ég finn heima. Ég finn stundum, þú veist, eins og ég finn sundlaug og það voru svona flísar, svona litli kassar og það var svona að detta út, það voru bara svona hrúa af þeim ofan í vatninu. Þannig ég ákvað að taka þá bara og svona, ég ætla að nýta þetta í listaverk, þú veist. Ég svona reyni alltaf að finna inspiration bara í kringum mig sko, í náttúrunni eða bara, þú veist, eitthvað man-made. Þú veist, ég er með tattoo til dæmis sem var bara svona skrifað á vegg, sá það, tók myndaði og svona, vá, mér lagar eiginlega bara að setja það á líkamann sko. Þannig að Hvað stóð? það stóð sekur. Segur? Já. Þetta er segur? Já, það er svolítið cool sko. Nei, en nei, ekkert svoleiðis sko. Mér finnst bara svo letri svo rosa flott að mér að endurskapa og ég eiginlega datt ekki neitt annað í huga að skrifa, þannig að ég svona vildi hafa það sama sko. Þú með tattoo hér? Já, ég með hérna Það er Jesú? Nýf. Nei, þetta er svona Nýf? lítill svona dagur og ég áttaði mikið á því en þegar ég fekk með þennan þá var ég búin að gleyma að ég væri með hennan hérna aftan á sko. Það er annar hnífur. Þetta er eitthvað sem þú mjög gera, setja hnífa þig. Akkur með nýfa? Heyrðu, Þú segur allt með nýfa? bara mér finnst það svo töff bara. Hnífar er bara cool. Já, bad eftir boy. með nýfa collection? Nei, ég er reyndar sko, ég fór eins til Marokko þannig að fór með bát frá Spáni og þannig að ég held að ég var að kaupa hníf en ég var að kaupa mér hvað heitir það, svona Machete? post-opnara eða eitthvað svona bréfopnara. Já, og ég alveg fatt að ég kom heim og sagði, ég keypti mér svona lítið hníf eitthvað, mamma bara, þetta er bréfopnari. Það var ekki að ég var svona, ok, ég mun aldrei nota þetta. Vinur minn á hliðina á mér, hann er svolítið svona hnífa og Safnari. snífasafnari og hann elskar líka kveikjara og hann er Þú með svona sippokveikira? Já, ég tók Kanntu svona trikk? Að gera svona trikk? nokkur Svona opnan svona hann er svakaleg sko. Svakaleg? Nei, er ekki Mikill svo safnari. Já, ég var sem krakki algjör horder sko. Já. Við getum sýnt um eftir hann að kveikjara sem átt. Söfnuðu þið steinum þegar þið voru krakkar? Ég er enda að gera það. Ég gerði það Já, sko. báðir. Já. Það er mjög margir sem gerðu það sko. Það er eitthvað við krakka, það er bara Það er eitthvað, frítt, þetta er svo sko. smooth stein. Ó, geggjaður steinum að hann glansa smá. Nákvæmlega sko. Þegar ég fór á hrauninu sko, anna gósinu sem var að koma sem búið að vera endalaust, það var svona kalt hraun á einum stað sko, sem var bara búið að storkna og þá náði ég að taka smá steina af bara eru bara í gluggasillinu. Það er svona einu steinanir sem ég safnaði frá því ég var krakki sko. Ég reynda að tóka ekki steina frá fjallinu. Ekki? Já, ég tók svo. Er þetta hjá vinnu mínu núna? Það er svolítið cool sko. Það er vini mínu núna. Já, hann getur Hvað varst að sýna það á eða? Nei, við vorum saman sko. En hraunið er svona það er svona gróft og einhvern veginn svona eins og sandpapir halda einhvern veginn. Já, Það er voða skrítið. mjög mikið að brotni í sundur einhvern veginn, Já, það er ekki mál að koma hérna. sko. Já, allan að Þetta er líka svo nýtt sko. Já, nákvæmlega. Minnir mjög harður samt sko. Já, ég nefnilega fekk svona bita sem var bara hana alveg hollow einhvern veginn sko. Já, þannig. Við erum actually að tala um steina. Það er gott content, þetta er gott podcast. Ég fíla Hey, það. þetta er tenging löggan í Breaking Bad var að safna steinum og þú ert mikið Breaking Bad fan, eða ekki? Heyrðu, ég Ó, elska já, Breaking getur talað um Bad, Breaking sko. Bad, please. Endilega. Það er langt sem ég horfði á það sko, Ok. en ég alveg elska þessa þætti sko. Hvað er orðið oft?
Heyrðu, ég hef hort á það 2 sinnum alveg ekki. Já, same. Bara einu sinni. Bara einu sinni, þetta maður þarf að horfa á þetta tvisvar Já. til að ná öllu alveg. Svona alveg að fara í gegnum dítilinn. Já. Ég er svona típan sem fer á mynd 2 eins og til að bara svona seinna skipti til að sjá aukaadriðin Já. og sjá svona hvort það sé eitthvað svona foreshadowing. Ég gerði það með Svoleiðis. Spiderman. Þannig Já. að animated, þannig að Miles Morales. Já, nákvæmlega. Ég veit ekki okkur, maður bara svona eitthvað mikið af hlutum að gerast. Það er svona, ég bara, Já, svolítið intense mynd sko. Já. Hún var líka geggjað skemmtilegt. Já. Geggjað skemmtilegt. Þú verður ekki síðan. Nei. Hvað voru að tala um að þér áður? Breaking Bad. Breaking Bad, já, hvað? Þetta er bara svo vel leikið, maður. Ég held að þetta séu einu af bestu þáttum sem hafa verið búið til. Sáðu nýju það sem að var Jesse, hvað hétt Þannig El Camino. El Camino. Sástu hana? Góð mynd. Já, ég sé Sérst það besta atriðin eða þegar hann tekur þetta shoot-off. Já. Það sem eru 2 og Já, hann inn í aðra þarna- byssu sko. Já. Já. Það er ógeðslega töff. Þú er líka bara Aaron Paul er fucking geggjaði leikari. Vá. Svolítið búið að breytast en vá, bara alveg Allan í flottur, þessu sko. var hann alveg svakalega, sko. Já, vá. Hann ekki byrjað með eitthvað tequila, dót. Jú. Var hann? Já, ég held að. Hann á Ok. tequila. Hét það ekki hann að það sem veitingastæðin heitir? Breaking Bad. Það heitir El Pollo. Hermanos. Já, það var einmitt það. Já. Ég held að fekk einhver Fekk réttindi á því. Já, fekk réttindi á því eitthvað. Já, já. Vá, hvað það er töff. Það Hann er á það með sem gænum hann. Já, ég held að hann á að með hann sem bjótið þetta. Nei. Nei, bara aðleikanum heldur sko. Þetta Nei. vipp út svona flösku bara hérna. Það var cool. Nei, hann á það með allan einhverjum öðrum. Úr Já, Breaking ég held Bad. að sé ekki með, hvað heitir hann að... Aðleikarinn. Hann er Bryan Cranston. Já, einmitt, Bryan Cranston. Ég veit ekki alveg. Það er á það með einhverjum. Voruð það að Malcolm in the Middle? eða? Já, það er gott. Klassískt, það er svona einu grínþættin sem ég hort á bara svona alveg aftur og aftur og aftur. Ég held ég reyndar ekki klára það. Ekki? Eða þú veist, ég var náttúrulega svo ungur þegar þetta var alltaf að gerast, ég veit ekki alveg. Ég horfði bara alltaf svona, þá horfði maður svona þætti bara þegar voru í sjónvarpinu. Það var alltaf svona Simpsons og eitthvað. Já, ég er actually talandi Simpsons, það er allt önnur upplifun að horfa á þetta aftur. Já. Ég er nefnilega, þú veist, horfði á þetta alltaf þegar ég var í sjónvarpinu og átti bara alla seríunar bara svona í ykkur skúfu. Bara endalist horfði á þetta þegar krakkinn, þá var það bara fyrir, þú veist, teiknimyndina og djókið. Og síðan fattaði maður, þú veist, eins og Disney Plus, þá er þetta í adult TV shows. Já, þú veist, ég skildi ekki eins ensku og Já, ég horfði á þetta. nákvæmlega. Mér fannst bara eitthvað svo gaman að sjá þetta svona. Ég nefnilega, ef við horta á þetta núna aftur og þá er þetta bara, þú veist, ógeðslega finnir þættir og vel útpæltir þættir og svona, rosa svona sumt sem að tekur eftir sem að er bara með rosa sterkt message, sko. Hann George heitir hann ekki, hann sem gerir þetta. Ég veit ekkert Já, hvað er einhverjum. byggður til, sko. Já, allan hann, já, Matt Groening segi, hann rosa flottur, talum vera hann time traveler. Já, Já, nota predicting. predictions. Já. Það er enda svakalegt hvað hefur verið að predikta. Já, sérstaklega með Trump, sko. Já. Það er rosalegt, sko. En Hafið þessi vídeo þannig í Ivanka Trump það sem hún er eitthvað svona að flýja frá paparazzi. Nei. Það er fokkið eitthvað Ættir að sjá það. hún tegur svona karate eitthvað svona hún er farin í stiga og hún er eitthvað svona slæta niður stigan og eitthvað ógæslega fyndið. What? Hvað er þú að orfa? Ertu bara Já. mikið á TikTok? Nei, það var eitthvað, það var á Instagram frá lungu sko, það er eitthvað svona eitthvað when I'm sad, eitthvað I think about eitthvað Trump, eitthvað svona hún var að flýja, ok, hún fór bara, það var fægin ég var alveg að spá hvort það var leikið eða ekkert og því hún bara, svona flug Vá, Já. mjög nætt. sælir. Ef að hoppa í fællaspyrja, er þú með Símon? Já. Þú með nokkra spurningar frá hlustundum. Snillt. Það er að fara TikTokinu innu. Já, sko. Gott að þeirra. Nú er hendi follow Einar. Ég er búin að eitthvað lögu. Ég veit ekki hvort ég að follow ykkur en ég mun follow ykkur tilbaka. Við þurfum að gera TikTok þegar við erum búinir. Já, Já, endilega. Sína. Sástu TikTokið sem settum við í gær? Nei, þú trúlega ekki Já, Nei. býtu, Anna, með teipið. Sástu Það var ógeðslega gott. Ég tók ekki eftir því fyrst, ég var svona, býtu, það hlýtur að vera einhvað farlega bak við þetta. Síðan sagði ég loksins í sófanum, sko. Það var svolítið, það var vant að taka þetta á sig, sko. Já, sko, ég er hissaði voru ekki út af ég hef oft lent í að community guidelines violation hefur komið á mér, sko. Já. Já. Það er Þetta sást náttúrulega ósvonandi svo yfir stutta stund, minnsta, sko. Ég Já, verðum það sást aldrei ekki mjög stutt, violation, sko. Sko, það var, Já. þetta var tekið, Skrítið, sko. eitt vídeo hefur verið svona gerð svona, Censored. Já, censored, já. Já. Það var eitthvað Óla Darri. Já, Já. hann var Og svona það sást í byssu, þú veist, þannig hann, Já, ég er búin að gleyma TikTok er ekki fyrir byssur, ég sagði ekki nei, bara ekkert, sko. Þarf að vera svona rauður endi á honum, sko, held ég bara
þú veist, annars má það bara held ég Já. ekki neitt sko. Ég finnst þetta ekkert violation sko. Nei, en sko, við sáum þetta annað teipítu, þið sáum við frá öðru TikToki, ennsku sko Já. og gerum ég þetta bara nákvæmlega eins Ég skilji. nefnum bara með gaffer teipi sem við erum með þetta hana Og fara eiga teipið, Já, já, á íslensku já, þetta er ykkar version, íslenska Þetta fekk version. mjög gott respons sko, mér finnst það mjög Ég gott elska komment á TikTok. komment Það er allir svo brútal sko. það er svo gaman sko Rosalegur heimur sem Þetta búin að fer fá mikið í svona íslensku. hate. Sko, ég gerði að verkefni að deleta öllum Af hverju? kommentunum Er það? sem að eru leiðileg. En ég finnst svona eins og þú leiðum að sigra eða þú delita þeim, ég veit ekki okkur Sko, ég er eiginlega ekki meira þar. Mér finnst ég eiginlega frekar vinna, sko. Já. Veist, ég er ekki, þetta er ekki keppni í rauninni, sko, en mér finnst það bara, sko, það var einu sinni sem ég postaði og fólk byrjaði bara að rífast í kommentunum, Það er sko. geggjað Það er sko. svo Og fyndið, það var sko. bara alveg einhver 20 komment Ég bara, elska sem það. voru bara hérna og það var bara ógeðslega leiðinlegt. Ég bara hataði að sjá þetta, Það er sko. svo Þannig að fyndið sko. ég tók bara allan máttinn frá þessu fólki sem var að rífast með því að bara dílita fyrsta kommentinu Já. og ég fekk sem komment aftur sem var bara af hverju dílitaði kommentinu minn og ég dílitaði því líka. En þú færið sko, ég held að því fleiri comments þú færið því eitthvað svona, færið meira interaction á fucking Já, það dótið var sem rétt er hjá, gott sko. Það er svona viltu fá. En Nákvæmlega. eina Hate, sko. ástæðan sem við dílitum er að þú veist, eða það er drullað við fólk sem við, þú veist, sem er hjá okkur skilur Já. og það satt bara ljóta hlutum og það var svona, Já, það var bara það er bara alltaf svo leiðinlegt, sko. En þú veist, ég fæ alveg bara, þú veist, það er ekki svona að ég sé, þú veist, self-conscious ég vill að fólk, þú veist, stundum fæ ég svona þetta er kjánalegt eða eitthvað þannig Já. og þú veist, það er ekki það, ég vill bara að fólk, þú veist, fari í kommentin og sjáu bara svona, já, svona getur þetta verið ef þið hætti bara að trufla ykkur yfir öllu, skilur, og svo leið, Já. skilur. Þannig að bara held að ég sé með ágætlega vel hólsum með að við allan að fullta íslenskum TikTokurum, Já. þá sé ég bara rosa mikinn hattur, sko. Fólk er alltaf að kalla ykkur 2 þrollar. alltaf, það kom 1 komment Ó Tvísar. nei. það kom 2 komment Það er svo og fyndið. ég tók bara vel í, ég sagði bara, Já, já, ég ok. sagði, já, einmitt, hann sagði, ég fíl ykkur, ég bara, love you too Já, það er bara, mér er svo gaman að tala við fólki, þannig að það er geggjað Já, það er stundum mjög gaman, sko. Notið þið annað, sko, ég fæ alltaf sendt á mig endalaust á TikTokum inn á Messenger. Þú veist, ég er svona, eða það bara endalaust að senda mér svona TikTok myndbönd einmitt Já. og bara svona fólk sem ég þekki ekki neitt, bara svona followinu mínir sem ég hef þá, þú veist, út að ég followa, ég reyndaði á einu tímabúli að bara followa alla tilbaka. Ég held sér að followa næstu 10.000 manns á TikTok, sko. Það hefur tekið sinn tíma að íta, sko. Já. Og þá var ég bara endalaust að fá senda á mig bara, stundum kem ég og er eitthvað, ég var að fá 30 notifications og þá var það bara 30 message frá einum gæja, einu gælu sem er bara að senda mig TikTok aftur og aftur og aftur og maður svona, ok, nice. Já, ég hef aldrei fengið frá ókunnum, bara við vinnir erum alltaf að Já. senda eitthvað svona Já, það er náttúrulega máli, sko, ef þú followar, þú veist, hann að fólk tilbaka sem er followar. Já, það er að verða senda náttúrulega þér á vinir, sko. TikTok message Já, já, Ó, ég er bara nákvæmlega, að tala um í gernum, við sendum svona link alltaf Já, á svona. nákvæmlega, þú veist, já, þá er það bara vinir, Já, ég sko, en þannig er ég, þú veist, að tala um þegar maður er svona friends á Já, á já. TikTok, sko, þá fæ ég rosa mikið að doti en ég notaði ekki neitt. Ég fólum bara nokkra sko, bara sem svona þekki meila. Já, mjög sniðut. Það veist ekki, við nennum ekki að fóla hérna. Þetta er fyrsta veginn sem ég hef haft meiri followers á Instagram heldur en við erum followa Á 2 fælar? Já. Gott ratio. Það er ísjóði. Nei, ég bara, mér Það er ekki með á þínum personal, eins og allir, Nei, allir er að reyna að gera það. ég er að followa miklu meira en ég er að followa mig Mér er svo gaman að followa fólk Ekki með. Já, ég er bara svolítið fastur á þessu, sko. Það Já, er svolítið svona hack, sko, að koma smá followum inn á accountinn því að mun alltaf fólk followa tilbaka. Ég man líka að ég lækaði allt Já, sem ég sá þegar ég var kommenta líka. fyrir svona, nei, ég kommentaði bara fyrir svona 2 árum það fór ég bara alltaf á Instagram og bara allt sem ég sá, bara búm, 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 Já, búm. það var bara orðið að vana, það ekki? Ég var bara orðið vana og mér langaði bara líka að vera næs og svo bara svona, shit, þetta er þreytandi þetta er líka bara að taka, þú veist alltaf mikið tíma Já, vá, maður svona ég gerði nákvæmlega sama, sko. Þurfti að afvinna mig að því, sko. Það er maður var bara að læka bara einhverja vitleysu og þá var bara og svo bara byrja, hver er þetta? Núna þegar ég pæli í því Já, ég veit ekki hver þetta er Þú búin að fara í fallhjástökk? Hvað segirðu? Ertu búin að fara í fallhjástökk? bara átt að nógu Heyrðu, bara, það er draumurinn, sko. Er það draumurinn? Já, það er draumurinn, mér langar rosa mikið að hoppa úr flugvél. Já, þetta er líka það. það er vloggi, við þrýr Ég verð að gera búm Heyrðu, ég væri
ógeðslega til í Það væri hesturvör. geggjað. Er það hægt á Ísland? Ég held að það sé ekki að það í Íslandi reyndar. Það væri svolítið Við erum bara að fara til Bandaríkjanna. Það er alveg hægt sko. Það væri hættulegt á Íslandi, já. Það myndi þurfa að vera mjög gott veður Ég heldur að það er með leiði samt sko. Ég heldur bara að geta gert það sjálfur sko. Ég heldur að sé þetta ekki svona trainees. Nei, ég myndi þurfa að hafa eitthvað á bakinu á mér sko. Já, Ég það má myndi ekki annars, sko. ekki, ég myndi Jú, þú getur panika fyrir og námskeið. láta- Já, en þá var náttúrulega byrjað með eitthvað Já, þú þarft að byrja á bakinu, held ég. Eða þú þarft að byrja að hafa einhver með þér. Já, minn draumur er að fara í svona skóla eða þú veist læra þetta og vera að koma með svona leiði og Já. bara geta að fara einn. Já, Ég treysti mér ekki það, sko. Bara, Nei, maður myndi alveg vilja geta það sko, en maður bara Þetta er alveg safe sko. Já, þetta er ég er alveg svolítið safe. adrenalin fíkil sjálfur sko, en þú veist ég Þetta er held- ekki, segir Hvað segirðu? Nei, ég er svoleiðis Já, sko. já, já. Það er bara alveg einhvern veginn alltaf verið í mér svolítið svona spennu fíkil Já, og þú veist, ég samt nýti mig það bara í að skeita bara. já þetta er skeitt. Já, þú ert að skeita, ég sá eitthvað á Instagram. Já, ég nefnilega ég byrjaði mjög, þú veist, ég byrjaði fyrir löngu en þá var ég bara svona á pennibretti þegar það Já. var svolítið inn sko munið Vá, það banana já. board, Það voru banana allir, ég var á board. þessu, ég var á Allir voru á drast þessu. pennibretti sem Já. geti hagkaup. Það Það var var alla ömurlegt. hægt Já, það var alla hægt að standa á þessu sko Það var ekki eins og með gummidekk, þetta var eitthvað svona fucking Tredekk. rosa allir þykk, sko. ógeðslega cool gummidekk og það fara ekki eftir og ég ekki býði. Já. Ég var alltaf bara svona að krúsa sko. Mér fannst ég rosa töff að vera að krúsa eitthvað og síðan bara í fyrra sumar þá byrjaði ég svolítið svona að skoða YouTube-myndbönd þar sem ég var að kenna manni svona trikk þú veist, og læra að gera þetta allt og bara í fyrra þá byrjaði ég bara að reyna að gera þetta bara hvernig minnsta degi og bara vera að skeita og er alveg búin að bæta mig heilan helling á árið sko og búin að brjóta mig einu sinni. Já, breytta á löpuna ekki. Já, ég braut hérna það var á TikTok sko, líka sko, hann að Ói, þetta er braut og á ristina, já hann að litlu svona, þetta heitir litlu kúmei beinin, eitthvað svoleiðis og það sem gerðist var að ég var svolítið djarfur sem maður á ekki að vera þegar maður kann ekki eitthvað og var að reyna að taka alla niður 8 stiga sem er að ná Ingolstorgin hann á Já, stóru stiganir shit. og ég lendi ekkert illa en eitt sko, það sem gerðist var að ég lendi á stigunum og sem maður bretti fljúandi sko og fór og kom bara hérna beint með skrúfuna þar sem dekki er hérna og bara beint hún á ristina og ég held ég var bara ég er bara tóknaður og held áfram að skeita og ég var bara, þú veist, mamma spurði hvort ég vildi ekki fara upp á hann heilsugæslu eða neðan upp á hann sjúkra, hvað heitir þetta? Slysó og hann þar, þú veist, ég var bara nei, þetta er allt í góð, ég jafnaði mig bara á morgun og setti smá klakka á þetta og fór í skólan mér þess að daginn eftir, labbaði í og úr skólanum og var að drepast sko og þá var svona, ok, ég ætti kannski að kíkja á þetta og þá fattaði ég að ég væri bara búin að brjóta mig fótinn sko. Jesus, ef ég nærra vill ég fara á slísum sko. ég er bara Já, ég er alveg bara ég var alltaf þrjóskur, mér langaði að halda áfram að skeita sko. Ég bara, nei, ég er ekki brotinn. Þetta er addiction sko, að skeita. Það getur ekki hætt sko. Ef ég er bara að skeita. Já, þú varst meðan unboxing af skateboard. Hvað segir þau? Þú gerir unboxing af skateboard. Já, það var frændi minn. Það var frændi minn hann Jóni eða Anton sko. Já, þú opnaði það. Já, hann tók mér bandaði hann að postaði á TikTok sko og hann var svona að unboxa einhvern veginn en þetta var bara svona, svolítið svona cool myndband einhvern veginn, svona tónlistundir og bara hann náði út svona b-roll. Já, nákvæmlega, það var svolítið töff sko. Geggjað. Önnur spurning. Top 5 Elko starfsmenn. Top 5 Elko starfsmenn? Nú er þetta móðgöngur. Vá, heyrðu, það er einn annar sem er nýfarinn bara úr Elko sko, sem byrjaði á sama tíma ég, þetta er Jón, algjör snillingur, ógeðslega fyndin, bara gerði vinnuna bara ógeðslega skemmtilega og síðan svona friendly competition stundum svona hver var með herri sölutölur sko, en hann var alltaf að rústa manni sko. Nú, akkurri? Nei, bara hann var bara mjög góður að selja sko, hann bara aðeins minna latur heldur en ég. En hann að vá, ég vill ekki vera eitthvað að velja úr þeim bestu sko. Segjum top 3. Top 3. Þá er Sverrir í næsta sæti. Það er einn af vaktstjórunum mínu. Hann er algjör snillingur og ógeðslega góður gæi, alltaf gaman að spjalla hann og síðan er Birta líka. Þannig að hún er nýlega byrjuð og hún er bara ógeðslega hress og skemmtileg sko, alveg frábær. Þú nefndir ekki sjálfa þig? Hvað segirðu? Nefndir ekki sjálfa þig?
Heyrðu, það er rétt hjá þér. Já, ég meina ég sitt mig sjálf alltaf í fyrsta sæti en þú veist, hinn er eftir starfsmenni sko. Já. Eða þú veist, ef að vera að tala um hvað maður er góður í vinninni myndi ég aldrei setja mig í fyrsta sæti sko. Nei. Ég er svo latur í vinninni sko, ágætur. Svona nokkra closet pásur Já, og fá sér vatn svona 8 sinum á dag. Nákvæmlega, ég er svo þyrstur. Sjúkdóm. Herri, getur þú sagt mér að byrja að spyrja hvað er Aribói? Hvað er Aribóis? Já. Heyrðu það er rappara grúppa sem er ekki lengur í gangi en það eru vinir mínir í henni, hann Gabriel, er það ekki að spila um Aribóis? Jú. Það er hann að vinur minn Gabriel Gísli, ICT, hann er ICB Nice Please kallaður og Funi, hann er Bleach Kid og síðan hann Máni Slísi og síðan var það líka hann Andri eða Hlandri og síðan Ísleifur Hvað varst þú kallið? Ég var ekki í Rauðbús aldrei í Rauðbús en þannig að ég var mjög mikið með þeim og þú veist, ég var svona þú veist, ef ég hefði verið komið með þú veist, einhverja TikTok frægð þá hefði ég verið að posta þeim sko og verið svona, hvað kallast það maður svona, gefa út dótið og Collaboration? Já, bara svona, ég var pottið að gera það en ég var alltaf partur á honum sko. En spurningin er hver er mest talented Aribói? Ég myndi segja Funi þeir eru allir ótrúlega talented af svo mismunandi hátt en allavega lyrically og þú veist, hver er svona bestur að semja texta finnst með Funi sko, hann bara getur verið að freestyla bara eins og Juice WRLD sko, bara hafið þið séð Juice WRLD freestyli. Já, Eminem og Já okay, það er einn rappar í Juice WRLD sem bara hann getur bara freestyla í Já, ég veit ekki Juice WRLD er sko. Já, ok, ég veit ekki hann en já, hann var eitthvað klukkutíma freestyle hjá honum eitthvað viðtal sem bara hélt áfram og ég myndi segja að Funi væri svoleiði sko. Það er mjög cool. Ég var til að ef ég fengið svona velja talent að vera að það getur freestyla fucking endalust að vera geggja. Algjörlega sko. En já, þetta er ekki, þeir Aribóis er ekki lengur til sko. Ég myndi bara searcha frekar Bleach Kid eða Funi Kun Sleazy eða ICB Nice Please. Þeir eru geggjaðir underground artistar sko. Þetta er bara, ég skil ekki hvernig þeir eru ekki bara á sama level á Flóni og Aron Kahn sko. Ég endarast að hlusta tónlistan þeirra sko. Spotify? Sumt á Spotify en aðalega SoundCloud sko. Já. Mest á SoundCloud. Já. Hvað er Haróð? Haróð? Já. Ég veit það ekki. H-A-R-O-Ð Haróð. Háróð? Já, hvað er hárið? Það gæti alveg Var eitthvað að livjum Það kemur bara Ég hef bara ekki hugmynd hvað Haróð er. Nei, afsakið ef þú hlusta eitthvað þá bara veitum við ekki alveg hvað áttu með. Það skyndir einhver. Hvað er Haróð? Góð spurning. Hversu spenntur ertu fyrir næsta partí á Slagapjessa? Heyrðu, vá, hvað ég er ótrúlega spenntur í næsta partí á Slagapjessa. Því að grínast. Hvað séu nöfni er þetta? Sko, Slagapjessi? Þetta er besti vinur minn, hann Slagapjessi sko. Við erum búin að vera vinir sem vorum 2 ára gamlir. Þetta er bara Sættu því spenningin. Já, þetta er annars Kjartan heiti þessi, Kjarri Kristni á Instagram og hann er algjör snillingur, einn fyndnasta manneskja sem við nokkuð tíma kynnst og bara besti vinur minn og æskuvinur minn sko. Kynntust við vorum 2 ára á leikskóla og fyrsta sem gerist þegar saman við bara byrjuðum að leika okkur saman á einhverjum sandkast eða eitthvað svona sandboxi einhverju og bara alltaf verið vinir síðan þá sko. Cool. Já, hann er með snildapartí. Þannig að þú er mjög spenntur fyrir því. Það var að segja spurningin hver er uppáhaldsfrænka þín? Helst frá Eyjum, helst ég? Það myndi vera Matta frænka. Já, ok, það var rétt. Það var rétt. Akkurri? Út af því að hún sagði mér að gera það. Nei, hún sagði mér að hún væri besta frænka mín. Þá er hún það bara. Áttu bara eina? Nei, já, fleiri, það eru allar skemmtilega sko. En uppáhalds sko, hún er náttúrulega bara á sama aldri á ég sko. Hún er svona uppáhalds unga frænka mín sko. Uppáhalds eldri frænka mín sko. Hún er Hrönn sko. Hún í útskriftarveislunum minni þá var hún að dansa með okkur strákunum sko. Við vorum svona inn í herbyggi einlega bara með eitthvað svona trapptónlist í gangi og hún var að taka The Woo með okkur og eitthvað vorum að kenna henni að dansa sko. Ógeðslega skemmtileg. Já. En þú hvernig byrjar aftur í TikTok? Ég byrjaði 2020 sumarið og gerði bara eitthvað fyrsta TikTok í Elko. Ég bara fann á okkur ógeðslega heimskum brandara og
þú veist, þá var ég með svona bursta eða svona sem tekur rekaburtu og kom eitthvað, hey, imagine you're going through a car wash and you see a cute guy saying hi to you og gerði sér bara svona sinna, hey there, nice car, hey, eitthvað og síðan ákvað ég bara að taka þetta upp og hann posti á TikTok og ég, þú veist, var bara svona, já, ég mun fá svona 10 views eða eitthvað og síðan mun ég aldrei posta neitt aftur síðan allt í einu kíkti aftur eftir svona klukkutíma og það var bara komið 20.000 views og ég alveg bara svona var í sjokki sko, bara fattaði ekki hvernig þetta gerðist og þá svolítið kom svona addiction í það að vilja posta meira á TikTok Já, svo tölur sko það er gríðan hættulegar Ég og Óli sjáðu alveg bara svona byrju, þetta er ekki komið 10k views, hvað er að gera? Þetta er eitthvað rann Já, það er eitthvað við það sko þegar það komið í úr því að vera þessar marga tölur í það kemur hana 10k þá er maður svona, ok, þetta er í lagi, ok það er eitthvað 10 búin að sér þessu þetta er allt eitthvað Þetta er obsession sko, þetta er rosalegt obsession en sem betur fer þá er ég bara búið að vera svo mikið í gangi í lífinu mínu þú veist, endarast að vinna og var að vinna í portfólíu fyrir listaháskólan og þú veist, gera lokaverkefni en ég bara datt svolítið út sko, ég bara er lítið búið að vera að posta nýlega sko, en ég gerði það bara næstu í daglega á einu tímapunkti sko. Já. Ég ætti að vera duglegri, ég ætla að ná mér í hann Giflar sponsor sko. Já, Giflar and talking to you sko. Jú sko, ég er að pæla bara að tala við forstjóruna og vera gamli come on, ég vinn hérna auglýsingar sko. Og ég er að gera TikTok fyrir, þú veist, ég er að gera alltaf vinn Já, nákvæmlega, sko, ég á að kommentaði mér þess að krakki ég og vinnur minn að koma í Elko eftir að ég postaði Elko TikToki og ég kommentaði tilbaka, ætlaði að kaupa eitthvað bara, ég ekki komið hérna bara til að tala við mig, sko, ég verið að kaupa eitthvað Elko ekki að geðast það er Já, það er ógeðslega góð Man getur líka bara að skoða hann endalaus maður er bara svona, þessi töluleikur þessi myndi vel Já Ertu hvað í töluleiki með? Já, er þið PC eða console gamers? Ég er no gamer Sko, ég er PlayStation guy en ég spila Minecraft MacBook Wow Það er classic Það er geggjað Já, ég svona byrjaði í PlayStation og það er að pabbi átti PlayStation 1 sko, og ég á það ennþá og virkar ennþá og ég á einhverja klassísk 100 einhverja klassíska svona PlayStation 1 leiki sko, sem bara ennþá virka og á líka 2, 3, 4 en ég á eftir að fá mig 5 Já, ég líka en ég ætla bara að bíða aðeins þangað til að allt hæpið búið að deyja þetta er bara, við fáum þetta bara þú veist, við fáum ykkur 400 stykki inn í Elko og sen eru bara farin á 2 mínútum Já bara allir kaupað upp strax Málið er samt tölvuleikir þú myndi byrja að fara svona þú veist svona obsessionið ég var alltaf bara ok, kallt út í þú veist til að róa með eitthvað eða bara til að sleppa eins bara að vera í skólanum og bara eitthvað mér var bara kósið að fara í eitthvað annað Nálega En svo bara hætti ég bara að spila tölvuleiki allt í einu bara einn dag ég bara svona Já, ég skil hvað eða svo byrja að spila þetta Minecraft og ekki mikið og núna er ég að spila Sims með kærustunum minni Já, ok, what? Já, hvað sem nýjast af það? Þessi 4 bara, keypta bara gamla gáslandi bara, fuck it Gekkja, ég elska tungumálið þeirra, sko, það er bara skrítnast Þannig að, já, Sims-karakterunum Já, mér stela bara gaman að búið til hús, sko Já, náttúrulega, ég skil þig Já, ég er nefnilega, ég er líka svona, svolítið, bara datt úr því líka svolítið Þannig að ég er samt núna mest í PC Ég var alltaf meiri PlayStation en síðan bara svona fekk ég mér almennilega tölvu sem ég gæti actually spila þunga leiki en ég er samanlegar ég hef alltaf bara frá því 2012 hef ég svona alltaf farið úr og inn í Minecraft sko Já Minecraft er líka alltaf komið eitthvað uppdýtt það er svona kíkja á þetta festist maður í þessum munni Já þetta verður þreytt alltaf eftir smá og síðan svona allt inn kemur eitthvað nýtt og þá er maður bara ok ég verði eiginlega bara að spila þetta marga klukkutíma á dag en þú veist eins og núna þá er ég bara búin að vera þú veist ég er í fullu starfi í Elko þannig að ég bara hef ekki mikið tíma eða orku í það sko ég alveg bara get ekki þegar ég fer heim sko Hvað ertu í Elko? Ertu í Skeifunni Cool Ég kemst mér þessu svona stýri fyrir PlayStation Já Svo að spila Need for Speed eða eitthvað Já, Need for Speed sko Nice Notaðu það? Nei, ekki sko Need for Speed Heat Nei, man ekki alveg hvað Need for Speed leikur það var Það var eitthvað og svo einhvern veginn spilaði bara ekki neitt sko Ég ger alltaf, ég kaupi ykkur af leiki og svo bara spilaði ekki neitt Manstu þú vildir ógeðslega GTA? Já, ég fekk mér GTA Já, spilaði hann svo tvisvar eitthvað Já, ég hata stóra leiki sko
Sko ég alveg eins og þú. Ég spila kannski, þú veist, eins og ég fer í eitthvað smá stund í eitthvað, eða svona reyna að koma mér inn í eitthvað svona rosa stóri leik sem er bara svona risa mapp og eitthvað brjálaslega mikið hægt að gera og ég missi áhugan svo fljótt út af mér svo allt og mikið að gera. Ég er svona, mér stundum þægilega ef það er bara mjög simpul, bara svona einfalt að spila. Já, ég get stundum alveg festið svoleiðis. Ég festið til dæmis í Star Wars leiknum nýjan að Jedi Fallen Order, já. What? Er komin í Star Wars? Já. Hann er rosa. Festið til honum, þú veist, 100% hann alveg og svo... Er það stóri, já? Já. Svo festið til líka í Last of Us þegar hann var frýr að einhvern tímann, á keypti hann og bara spilaði hann bara alveg á bara viku eða eitthvað. Það er einn sem ég er að vinna með sem bara hættir ekki að minnast á að hann elskar Last of Us, sko. Hann er bara, hann spilaði hann, sko, hann kláraði leikinn í öllum difficulty level, sko. Hann fór reyndar ekki í easy en kláraði öll hinn, sko, erfið. Ég gerði það með Star Wars leikinn. Já, ég bara, nei, ég reynda að fór ekki easy, það var bara normal, hard, extreme eða nei, það var normal, hard, Jedi Master. Ég held að það var svona nerd og ég bara, þegar ég kláraði Jedi Master verður bara shit, hvað ég góður og gæsla mikið nerd eða eitthvað. Þetta er náttúrulega bara geggjaðar leikur til að fara aftur og aftur í, sko. Ertu nördið? Good, þú kemur fokk, ef við kleifum þetta saman þá er þetta eins og þú sem mest í douchebag game. Fallega stök, byssur. Kanntu þú skjóta byssu það? Áttu nýf. Já. Nei, jú, það má kalla með það, sko. Ég hef alltaf verið svona secretly nerd, ekki samt eitthvað að fela það, skilur, en komið til skáfunum, ég er nerd. Inn í mér er ég rosa svona weeb, sko. Weeb? Nei, er ekki tweet? Nei, hvað er það? Weeb. Já, dweeb, já, hvað er það? Ég svona, þú veist, í rauninni er það, þú veist, einhver sem elskar anime og, nei. Já, dweeb, já. En í rauninni er ekki mikið í því, sko, en ég nota þetta sem bara heiti við bara svona, ég fylgist með svona nördalegum hlutum. Eins og Harry Potter, Star Wars, ég alveg dýrka Star Wars endalaust að skoða eitthvað svona lore og svona theories og að fara í bíó og Star Wars myndinar var bara best í heimi, sko. Já, þótt þetta nýju, sko, þetta er alveg fínt, ég skil alveg okkur fólk samt hatar, en þetta er alveg, þú veist, já, þú veist, þetta er alveg góða myndir en ég skil alveg að þú veist, þetta fylgir basically ekki original svona. Já, þetta er ógeðslega gaman að fara á þær í bíó og þú veist, spennan er geggjuð. Þetta er náttúrulega Disney klikkar ekki að búa til spennandi mynd. En þú veist, ef þú ert endalaust að pæla í smáatriðunum og bara nei, þetta var svona og svona, hún ætti ekki að geta þetta og bla bla, þá ert ekki fara að skemmta þér. Og þú veist, ég pældi ekki í því fyrir en bara eftir á, þú veist, ég hafði mína skoðan þegar ég kom út í bíósalunum og síðan þegar ég byrjaði að skoða svona lore og dæmi í kringum, þá var ég með allt aðra skoðan, þá var ég svona, ok, ég skil. Já, þetta var samt bara eins og þú veist, þegar, þú veist, ég var alltaf svona sjokkt stundum, eins og til dæmis þegar Luke var að berjast við Kylo Ren og svo sker hann í gegn. Já, það, þú veist, hann er fórskóst og maður er bara svona, sæll. Já, þetta var rosa sena. Það er komin í too deep nerd stuff hérna. Ég veit ekkert hvað það þetta var bara myndinni. Þú ert ekki í Star Wars. Nei, ég myndi Harry Potter. Þeir voru eitthvað annað skilma, eða þú veist, þeir þetta snertust aldrei. Sjá það að sé koma Hogwarts leikur. Já, einu að reyna að selja mér það. Já, þú varst næst í seldur. Smá. Þú getur bara valið hvaða hús þú vilt fara í, sko. Þú getur verið Slytherin og allt það. Málið var, sko, ég horfði á hann PlayStation kynninguna. Já. Þetta komið ekki fyrir lunga, what the fuck? Nei, þetta kemur í mars. 2021, sko. Mars? Já. Nei, 2022. 2021. Hann kemur ekki í mars, hann kemur ekkert að segja þessar reyði. En ég horfði sérst á PlayStation kynninguna og vá hvað ég var oft bara, what the fuck, eða alveg bara svona shit, þetta er að koma. Það var með nýja God of War leikinn. Já, vá. Og þú veist, já, Hogwarts shitið. Er það bara á story þá? Sko, það er story og free world svona. En ég held að þú getur farið, þú veist, að berjast við fólk svona. Og er það leika karakter, er það missions, er það að drepa fólk? Þú býr til karakter. Mjög lítið komið um hennar leik, eiginlega bara svolítið bara svona auðlýsingar og sína hvernig þetta sirka verður, sko. Ekki mikið. Taldu eitt smáatri í Star Wars. Ég ætla að flexa á hérna feit, sko. Nei, ok. Ég var í Bandaríkjunum í hana film and TV class og við fórum í háskóla, fórum í svona presentation og mátti velja make-ups, scripts og hérna special effects og ég valdi special effects og þá voru við svona kynningu
það var maður sem hafði gert sprengjunar í Harry Potter síðustu myndinni sprengingar í brunna einmitt og hann var ekki að tala um það og hvernig framtíðin myndaðin var og hvernig green screen var í dauður af því að í framtíðin sko af því að það myndi koma svona myndaðilar sem sensa hversu langt allt skilur við bara í sentimetrum og það getur bara valið allt sem lengra en 4 metrar bara burtu skilur við okay. Þannig það var eitthvað sýnum þannig en það myndi kosta eitthvað 40 milljónir Já, þetta var svolítið dýra myndavélar sko. Já, eitthvað svona svo var Skype-kólaðan við gæjan sem var að tala á milli art department og lighting department eða eitthvað í starfsmyndunum og Skypeaði við hann og hann sagði okkur að í myndinni eiginlega uppáhaldsmyndunum minni það sem Anakin og hann Obi-Wan Nei, gellan hann Padme Obi þegar þau voru eitthvað svona Nei, ég veit ekki, þegar þau voru skilur eitthvað data og eitthvað Lovey-dovey, I hate sand It's coarse and rough and it gets everywhere What the fuck Já, við þekkjum þetta allt og vel greinilega En haldt áfram, sorry Já, ekkert mál, en það mun ég senuna það sem svona sínt þau eitthvað á ég veit ekki, einhverjum herbyrgi eitthvað og svona pænað út það svona foss Já. Hann var að segja hvernig fossin var gerður þessi foss var grínskreinaður sandur Já, ok Make sense Já, hann bara sandur Það svolítið töff Já, þetta ekki vatn, þetta bara sandur Þannig að þetta bara svona búið að stækka að láta að líta út eins og þetta sé fár Þetta bara tekinn upp sandur bara að renna Ég var fast skemmtileg detail sko. Fólk getur séð hvað þú ert ekki mikið starfsfæn Veistu hvernig? Hvernig? Ef við fara á Ingu B. H-viðtalið þá segir Mark Hamilton Hvað heitir hann að því? Mark Hamill Já Vá, ég var ekki að ná þessu Þú kemur eitthvað svona Já, Mark Hamilton, hann var að byrja TikTok og ég fatt ekki og ég bara, já og svo var ég að horfa á trailerinu og ég bara hann segir Mark Hamilton Hann Mark Hamill Já, Mark Hamill Þið vissu að hann talaði fyrir Jokerinn í teiknimyndum Já Teiknimynda Batman Já, ég svo stöðu Mark Hamill Joker, hann með besta hláturinn sko. Besta Joker hláturinn sko. Vinni þegar hann var í Big Bang Já, Mark Hamill hann kom í Big Bang Það var gæst svona Ég var ekki nógu vel á Hann var presturinn hann í giftingu með Sheldon og Amy Ekki að hafa Luke bara að gifta mann Varstu big fan af Big Bang? Nei, jú á einu tímabili sko, en einhver tíman gafst ég upp að ég held að þegar Raj byrjaði að tala þá hætti ég að horfa á þetta Ég horfa alltaf Þetta er fake Já, ég var ekkert að móti Raj sem ég fannst hann svo skemmtilegu karakter sko, Hann talar ekki svona í alvörinu sko Hvað segir þau? Hann alvöru amerískan hreim sko Já, auðvitað sko, það er ekki bara svona Það er bara hreim, hann býr hann til bara sko Já, nokkulega Vá, það er alveg þreytandi Ég veit, og líka fyrir hann Svo Tom Holland Spiderman Já, það er svakalegt Já, hann er breskur Það er geggjað Líka Thor, hann er australískur Já, eða Anna, hvað heitir hann, Chris Hemsworth eða ekki Já Var ekki sagt, er ekki búin að sjá hvernig Tom Holland æfði sig að vera Spiderman eða 16 ára eitthvað krakki Já. Hann fór í alvöru skóla í Bandaríkjunum Ég sá það og allir held að vera crazy en eitthvað stelpi held að vera crazy og það sagði hvað þetta gera hana, þú átti ekki að vera hana og bara sko ég er actually Spiderman Can I tell you a secret og hún held að það væri bara fucking crazy Ég var bara að hlæja á hana sko Ógeðslega fyndið sko Það er fucking fyndið Þetta er fyrir myndina, fór hann bara í skóla Já, skóla fór eitthvað í skóla til að experience og skilja hvernig high school í Bandaríkjunum er Mátt það bara Já, bara eitthvað einn dag Child pervert night Það var svona secret eitthvað sem geti það er náttúrulega vanið breskum skóla sem er allt öðru sem menning sko. Svona dress code og allir í sömu fötunum og slegið hendurna mann sem segir eitthvað villust Já, það er bröðli Já, þetta er svona talið stereotypes Ég veit það ekki alveg núna sko þetta er svona stereotypes svona gamla þetta reglustíkuna Já, stökk alltaf vendi hér Nei Rikki var alltaf hótt að gera það var alltaf nei ekki hótt að gera var alltaf grínast með það fucking myndi starffræðikennar Já, hann er svo mikið bara alltaf í borðið sko bara til að hræða okkur kom bara svona starffræðikennar kom svo mikið savage það var svo fucking myndi það var alltaf bara eitthvað stein þig já, sorry alltaf í jóki samt sko fucking ekki Já, gott að það var skemmtilega að kenna sko þeir eru bara ef kennarar manns eru þreyttir á lífinu og nenni ekki að kenna krökkum sem nenni ekki að hlusta á þig þá ertu ekki á réttri starfsbraut sko, eins leðilegt það er ég til dæmis lærði það fyrst bara þú veist þegar ég byrjaði svona átta mig á því að
námið getur verið skemmtilegt. Þegar ég var í sögutíma sem ég bara bjóst ekki við að ég myndi detta svona mikið í, þá hafði kennarinn svo ógeðslega mikinn áhuga á því sem hann var að tala hann bara talaði þetta bara eins og hann væri að tala einhverja sögu sem hann hefði lent í og bara elskaði sögu sko. Og þá var maður allan tíma bara starandi á hann bara já, ég skil og nefnt að lesa þá það sem hann setti fyrir manni skilur. En ef þið voru bara lesa upp úr bók eða kveikja á einhverju mynd þá bara sofnaði ég í tíma eða horfði á Netflix. Þannig Á hvað? Stranger Things Já, gott Ég horfði á seríu 3 ekki? Ég er ekki bara ekki að koma 3 núna nei, 4 er að koma þegar 3 kom út horfði hann bara alla einu degi sko. Já, ég tek alltaf greinlega ég ger þetta alltaf óvart, ég ætla bara að horfa á 1 þátt sem er þetta svo allt of spennandi þættir að ég bara horfi á það alla nóttina og síðan ég svona ég verð að horfa á síðasta og síðan fer ég að sofa þá klukka bara náttu morgun og maður bara missar öllum deginum Það er worth it sko Mjög worth it sko Það er líka gaman að sjá svona hvernig þið þroskast eða þú veist, hvernig verða svona það eru svona eiginlega krakkar í byrjun fyrstu þín og svo svona Já, vá, þau verður bara svona ég man þetta, ég horfði á þetta langt eftir að það kom út sko, skilur, þannig að komna fyllt ég held að sér 3 mér svo komin Já, þú varst ekki í það svona bíða eftir það kom, ég beði alltaf sko Ég man samt þegar allir voru að tala, þú veist, að bíða eftir þessu en svo horfði ég bara, ok, nú horfði ég þetta og það var bara búm, búm, búm og þá var þetta allt svona strax, þú veist, ég fekk þetta allt bara svona og bara, vá, hvað er bara eitthvað allt inn á núlingar og bara svona sko. Þetta er allt öðru svo upplifin, ég nefnilega uppáhaldsþættinni mínir ever eru þannig Dexter það er þessi Dexter ég veit ekki sjá það er þannig forensics gæja svona blood svona specialist eitthvað í svona LA neðan Miami PD eða eitthvað svona þannig að Florida eða einhvers stað þar og hann er secretly hann raðmorðingi What? Er það Netflix? Já, nei, hann var á Netflix þetta er alveg þætti frá 2005 eða eitthvað svona en þá einmitt líka horfði ég á þá bara svona alveg í gegn út af því það voru allir komni sko. En þetta er rosa áhugavert hann er ekki bara að drepa bara til að drepa þá myndum maður ekki horfa á hann skilur sem svona hetju hann er náttúrulega psycho skilur en hann er bara að drepa fólk sem á það skilið hann er svolítið svona hvernig er það? Upp vigilante einhvern veginn sko. Það er bara fólk sem hefur drepið saklus þá tekur hann life for life einhvern veginn og þetta er rosa áhugavert og þú veist, gett spennandi hann vinnur í þannig þú veist departmentinu, murder departmentinu skilur og er að hjálpa og þú veist, þá er hann oft ef hann er næstuði náður þá getur hann bara bjarga sér sjálfum út af hann er bara í þeirri deild þetta er ógeðslega skemmtilega þættir ég mæli mjög vel með sko. Já, þetta er pínus þættinir ég veit ekki alveg hvað þetta er pínus en þættinir You Já, ég held að það er alltaf verið að líka mér við gæjan í You sko. Ég sé það alveg sko Þú ert You Ég fæ nokkru sinnum með þetta komment sko, á TikTok bara, þú ekki hann, þú lítur þessu gæjan í You Ég sagði fyrir utan hjá mér Ég tek þessu samt, þú veist, ég hef aldrei séð You sko Ekki, ég mæli með sko Já, nákvæmlega, þannig að ég tek þessu svolítið illa Ég bjóst ekkert við þessu í þessu þáttum sko hann er sér svona psychopath eða svona hann er svona eitthvað stókur ég maður býst ekkert við því hann er svona ógeðslega normal gæ hann er svona sára bara á hana og svolítið byrja bara ekki að runga sér það er bara ekki að what the fuck það er svona eitthvað random sko það er ekki gaman að líkt við þennan gæ þú ekki að það gæ hann ég sagði fyrir utan eitt ógeðslega fyndi manneskja sem hefur alltaf verið líkt við og ég tók því ekki sem hrósi áður þegar það var ekki hrósi áður en núna tek ég alltaf sem hrósi mér har alltaf verið líkt við Justin Bieber alltaf og ég meira sér að lendi í því að einu svona hélt einhver að ég væri Justin Bieber í allan eina sekundu sko. og leggstu nei sko, hann bara fattaði það nú fljótt að ég gæti ekki verið svona já ég er Justin Bieber en ég var veturinn einhvern tímann í London á Oxford Street góð gata já, það var úkislega gaman í London sko. Fæstu þér ekki hérna fuck, hvað heitir þetta? Já, Crepe, já, jú, svona í svona food truck eitthvað, ég fæ mér náttúrulega hverjum degi, sko Já, það er svo gott, sko, ég elska svo leið, sko En hann fór í Adidas búð, bara ég ætla að kaupa mér bara æfingatösku og ég var með aflita hár, einmitt á sama tíma og hann var með aflita hár, svona allir svona blond og var gett fínklæddur, ég var með pappa mínum úti í London eitthvað svona næstu að koma í jól og kaupa jólagjafir og alls konar og þá hann
þá var ég inn í Adidas búðinni og sitt á kassanum eða stend ég á kassanum og það lítur eitthvað svona starfsmaður til hliðar og kemur svona alveg bara og síðan kemur oh my god, I thought you were Justin Bieber og ég alveg bara what the hell og síðan kemur can I take a picture with you? You look just like him, I want to send to my friend eitthvað ég var bara já, ekki mál, tók mynd með honum og heyrði aldrei meira þetta sko, þetta var ógeðslega áhugavert oh my god, you're Justin Bieber Það er eitthvað skrítin skrítin upplifun núna fæ ég bara, hei, ert þú ekki hana I'd respect, er þú ekki TikTok-gæinn hana ég er bara, sennilega bara TikTok Það var það mikið hann eða? já, alveg mjög oft sko Já, það Og hvað, aldurinn á krökkunum? sko, mjög mismunandi, það er sumir ég lendi í einu svona, ég var bara að labba í skólan og svona hópur af svona úlingum, ég myndi segja svona allavega búinir að fermast sko Já og voru bara, þú veist, hei, hann er respekt með að taka mynd með þér eins og bara, þú veist, í fyrra dag í vinnunni þá kom bara svona krakki sem var bara, þú veist, svona hávaksin og var bara, TikTok og ég var bara, blessaði mér má ég fá mynd með þér? Ég var bara, já, auðvitað þurfti að beygja mig niður til að vera svona á myndinni með sko en ég bara bjóst ekkert við þessu sko þetta var ógeðslega hendi Já samt skemmtileg tilfinning að fólk vilja mynd með manni bara út af myndbanda á netinu Já, en þú með þá skrítið. 7.000 og hvað followers? Ég er með 7.600 cirka Við þurfum 7 sinnum meira Þá getur einhver komið og sagt Nei, samt, við höfum samt að líka fengið recognition bara þegar við vissum ekki að perla snýst Já Sástu það? Já, ég sá það, ég fattaði ekki að það væri þið út að ég sá það inn á hana íslensk TikTok, hana Instagram akkantinu Var það sett þannig? Hæ? Já, það er í story þegar maður er aldrei taggaður sko. maður er bara heppinn og maður sér TikTok í sitt sko. Er þetta Instagram? Já, Instagram og þú veist það er sett svona í story ég hef tvisvar sinnum verið postað inn á þú veist að hann er svona postar svona uppáhalds eða eitthvað svona svoleiðis ég var með Elko TikTok í mitt og held ég eitthvað svona það sem fóreldrar mínir er eitthvað mamma kemur eitthvað svona Nei, ekki þú Bessin Respectfully Bessin Já Hvað það er, Ísland memes? Nei Já, íslensk TikTok og ég hef nokkur sem verið í þú veist story Er það eitthvað stórt eða? Já, það er ágætlega stórt Í skærmörg follow Ég held það sem er 2000 og eitthvað sko Þeir eru alveg, en ég sá það í storyinu hjá honum og ég fattaði ekki að það stóð hann og 2 fellar sko og ég var bara að pæla hvernig í fjandanum vissu þeir ekki að perlan snýst Það er leiki 4.700 Nei, þetta er ekki leiki og 10 Nei, já, þetta var staged Nei, þetta er ekki staged okay. Þetta var ekki staged Gott. Þetta var sko ekki staged, ég var sjokkt Þeir eru líka frá Selfossi Já, okay. En sko, þetta var svo ógeðslega fyndið sko og það við vorum búin að sitja hann eitthvað í alveg hálftíma svo er ég bara fuck, barinn er að koma nær ég er að segja það og svo hún er bara þetta snýst, tökum við upp alveg bara ég er bara eitthvað bara oh my god nýjasta perlan snýst sjáum hvað fólk mun segja allir bara í kommentunum bara djúvöldir er fucking miklir auming bara maður er bara svona ok, vistu það ekki er svo að fyndið maður já ég sá þetta líka og ég var svona já ég meina þú veist ég frétti þetta alveg seint líka sko en ég svona sá þetta og ég var svona bara hvernig vissi það er þetta ekki bara svona okkar land, þú veist harpan og perlan er bara svona okkar hvað veit allir hörpuna harpan er með spegla já, hann gerður af hann á ég veit hann Ólafur Einarsson eða eitthvað hann er listamaður við þurfum að gera svona vissiði að perlan lýsist það er bara svona já, það kemur svona snýstunum á ljós já, ég veit sumt hana hörpuna út af við séð Netflix myndina íslenska listamann ég held hann heitir Ólafur Einarsson Er það píanistinn? Hvað segirðu? Píanistinn? Nei, hann er listamaður býtið svona skúlptúra og alls konar og hann hannaði hörpuna sko og gerði hana og þetta er eins og bara stórt listaverk eftir hann bara byggingin sjálf ógeðslega flott og maður bara svona ég vissi það ekki fyrir en ég sá þessa Netflix mynd að þetta væri bara einhver íslenskur listamaður sem bara datt í hug hann er rosa mikið fyrir svona geometrísk form einhver svona það er nefnilega bara öll harpan skilur harpan er svona já og mikið að gera svona ljós eins og eitt verki eftir þannig að hann var bara þú veist herbergi sem var bara svona alveg gul ljós bara svona þú veist svona rosa sterk gul ljós
og það sem það gerir að hafa bara svona alveg gult inn í herbygginu er að allir verða gráir. Já. Þú veist, allt annað inni verður grátt nema þú veist ljósi sjálft. Þannig að við myndum horfa á hvort annað, það myndum við bara sjá enga liti, bara það myndi vera alveg gult. Hvernig verður það sens? Ertu með það bara mjög gult? Bara það er það sterkur gulljós að það bara allt annað verður grátt. Það er ógeðslega áhugavert en hann er svona mikið í svona litapælingum og svona. Hvernig verður það sens bara? Ég skal bara sýna ykkur Akkur myndi ekki allt vera gult? Allt verður gult nema það sem er lit. Ég veit það ekki. Hafið verið með LED-ljós sem er að blikka svona mismunandi lit. Já, fokk, maður fær næstum bara hort á, þú veist, eins og Coca-Cola flösku og síðan að breytum lit. Já. Já, þetta er alveg svo að þeir eru með, þú veist, bláan skjá í sjónvarpi og þeir fáið gulan skugga fyrir aftan einhver. Þetta er bara alls konar litinir. Maður átt að pælt í þessu svona. Já, þetta er svona, ég lærði mikið af þessu litafræði í myndlistaskólanum en þess vegna byrja að pæla í þessu sko, en þetta er litir eru svo fucking magnaðir sko. Ég er að pæla, ertu með eitthvað svona stóra hugmynd í hausninum? Ég spurði líka Ingu BH sem er TikTokið sitt. Er eitthvað stórt í hausnum? En þú veist, nei, ég er að tala um svona með listaverk, skilur, sem við erum búin að hafa kannski lengi og er svona, hvernig þú ætlar að executuna og hvernig svona. Já, ég er rosa oft að skrifa niður hugmyndir sko, ég er alveg með svona allt og langan nótslista yfir bara alls konar eitthvað svona lista hugmyndum og mjög margar svona hugmyndir sem ég svona gerir svona ef ég er komin á þennan stað í lífinu, þú veist, ef ég verði einhvern tímann svona smá þekktur listamæður þá langar mér til dæmis að hafa verk sem er svona ágætlega frækt eftir mig, koma inn bara alveg svona í svörtu og með grímu og hella bara málingu beint á verkið og þú veist, ekki segja neinum að það var ég og sjá hvort það, þú veist mæla hvernig, þú veist, verðhækkunin verður, skilur, eða hvort það verður hvort það er eitthvað mikilvægara verk út að saga bak við það eða þú veist, alls konar svona eða þú veist, mér segja bara mesta sem ég langar að ná er bara að skapa tilfinningar, mér langar bara að búa til tilfinningar með verkunum mínum og gera eitthvað nýtt sko. Eitt sem þú veist, ég hugsaði alltaf svona, þú veist, ég sá mjög mikið að svona vídeum þar sem fólk var bara þú veist, eitthvað svona þú veist, ég sagði bara allt getur verið list eða basically, ég get hrækt, ég sagði þetta bara með þess að ég gæra í dag eða ekki, ég geti hrækt að það svona striga eða hvað sem þetta heitir og bara kalla það list þú veist, það er ekki svolítið skrítið, þú getur alveg konsidera allt sem list. Já, sko, það fer mjög eftir aðstæðum sko, þannig að þú veist, eins og ef þú myndir vera menntaður listamaður og myndir ákveða til dæmis að gera eitt verk sem er bara skirp og bara eitthvað svoleiðis, þá eru mjög margir sem myndu taka því sem bara svona, þetta er ekki list, skilur, eða þú veist hvað er í gangi. Það eru mjög margir sem myndu vera bara, hvað er hann að hugsa með þessu? Hann er að setja sér sjálfan inn í verkið og hann telur sér sjálfan vera listaverkið og þú veist, það er svo djúpt hægt að fara bara í hvað sem er sko. En það er oft sem listamenn gera það þannig að þú veist, þeir reyna að útskýra sem minnst hvað þeir eru að gera. Þú veist, það er til dæmis eins og listaverk sem svona obviously er að reyna að segja eitthvað og þá er listamennin ofta að pæla svona nákvæmlega, ég ætla að gera nákvæmlega þetta og fólk verður að skilja þetta. En það er mjög oft sem það er bara, af hverju viltu að fólk skilja þetta? Viltu ekki bara skapa eitthvað og þú skilur það? Og þú veist, já, fólk gerir sér ef þú ert með einhverja rosalega pælingu á baku það af hverju þú skiptir að streguna, þá þarftu ekki að útskýra það. En sumi taka það illa, sumi taka það vel, en þú veist, það er bara list sko. Það er bara þín sköpun. Ertu með svona trönur heima þér? Endur ekki trönur? Ég fekk í útskrift að gera svona risastóra trönur sko. Hann að postaði hann á Instagram, cool. Hann að mynda, eða þú veist, með málverki á því sko. En hann að ég alveg ástfangin af þessu trönur sko. Ég hata að gera það á gólfinu sko, ég var alltaf að því. Það er einhvern veginn gólfið með svona nokkra málningabletti eftir mig sko, það er ekki mjög ideal. Hvað varst að bralla þegar þú varst á okkar aldri fyrir utan að vera bitinn með? Hvað eru þið gamlir strókar? Við erum 17. 17 báði núna. 17, hvað var ég að gera það? Reyna að þrauka skóla. Já. Ég var bara eiginlega bara að reyna að finna mér einhvað að gera skemmtilegt, aðalega bara. Ég var eiginlega bara að skemmta mér og hitta vini og langaði að vera að ferðast og alls konar en var í, held ég var í FH þá sko. Já, ég var eitthvað svona að milli FH, ég held að það var svona tímabili sem ég ákvað að hætta sko. 2017-2018 þá bara gafst ég upp á skólanum sko.
en þú veist, þá hefðbundnum skóla síðan fann ég myndlistaskólann. En hvað eru þið að gera annað en podcast? Takk. Nei, ég fokka. Þannig að gerur við vitleysu og spyrir Óla. Þar þú fór maður því að leiða þér fyrir undan. Það sem ég að gera að vinna og vinna, skóli, veit ekkert hvað ég vil gera. Þannig Veistu þú hvað ætlar að gera? Ekki hugmynd sko. Ég veit það ekki ennþá sko. Bara svona go with the flow. Það mér finnst það bara líka skemmtilegt. Þú veist, til dæmis go with the flow var bara byrja þetta podcast og bara svona eða þú veist bara svona Ég veit ekki ennþá af hverju við gerum Nei, ekki það var sagt okkur bara hvað síðu og keypt einhverju græjur og við bara fórum að kaupa. Það bara allt í einu bara og bara gerum þetta bara. Sko, eiginlega Sko, Ég man samt að vera fokkin lengi að finna fokkin nafni á þessu heldur. Nei, legg það. Þú komið 2 gaurar held ég eitthvað, 2 bræður. 2 strákar. Já, 2 strákar. Það hljómar svo lonely eitthvað. 2 ferlari held ég bara fullkomið sko. 2 dúttar eða eitthvað svo. 2 þróllar held ég alveg fínt sko. Einhver verður að taka það. 2 þróllar. Svo líka til 2 loðinir. Já, við erum vinnir þeirra. Það var ógeðslega fyndið, við lækum Nei, þeir læku allt hjá okkur. Læka þú allt í þeim? Já, og við lækum allt í þeim. Og sendu þeir okkur DM, bara svona, eru við vinir núna? Og við bara, ætla það ekki? Þið verða að taka hana podcast collaboration með þeim sko. Við verðum að gera 2009, saman dag Gísli kemur. Klukkan 10 við tala hæ, veistu hvað það er? Nei. Það er top podcast. Veistu hvað Hjálmarurinn er? Grínisti. Það er Hvítískonuna. Hann er með rautt hár, svona Já, ég veit ekki meir. Þetta er hann sem leikur hann á konun alltaf sem hann alltaf svona með vín. Þess kall. Í hverju? Í svona partíum bara. Hann er bara svona skemmti og þetta hefur verið áramöndur sko. Ég veit ekki, hann er á brennslinu stundum. Við sýnum þér eftir maður. Já, please, sýnum þér eftir bara. En sko, ég ætla að segja sko, í byrjun eitthvað, það var svona í grunnskóla, það var tekið upp svona útvarp. Nei. Ertu að tala um podcasti núna eitthvað? Nei, jú, sorry, afsaki. Það var tekið upp svona, við tókum upp svona árshátíða myndband eiginlega svona. Nei, það var svona Songs in Real Life, hérna, í mínum bekk, ekki þínum. Ég var ekki í skólanum þegar ég var að gera þetta. Nei, og þá var svona, þetta var eitthvað thing fyrir löngu. Það var svona að tekið lag og svo svona talað, skilur, eins og tekið lýriklana og talað. Eitthvað svona, og eitthvað. Og það voru 2 stelpur sem tók þetta upp á iPod og klifti og ég var eitthvað tjæðlega nett maður taka svona upp eitthvað þannig mér langaði að læra þetta einhvern veginn og byrja að klippa og svona og svo var Einar sjálfur hann byrjaði YouTube channel Já Þeir eru svolítið svona content creators Nei sko, málið er, það vildu allir vera YouTuber þegar voru yngri Þú veist, festu þú þetta aldrei Ég ætla að vera YouTuber einhvern veginn og ég man ennþá að vera YouTuber sko og ég man bara þú veist, ég horfði á þú veist, Jacksepticeye og PewDiePie og alltaf þess og ég bara svona, ok, ég ætla að game YouTuber tók upp eitthvað mobile og ég bara, þetta er ógeð Ég tók alltaf upp shit eitthvað vídeo og ég var alltaf að klippa og taka upp mjög einari og ég var góður í því kunni það og með þess að ég var í Bandaríkjunum þá senda mér bara og ég klippti og svo ég kom heim, var að koma með myndaðil og við gerum flott vídeo upp á DSLR ekki miklu verið en þessi myndaðil en samt mjög gott Já, mjög fínt sko og tókum upp svona það sem hann var að testa eða basically bara eyðileggja svona JBL Go-To hátalara og það er núna komið upp eitthvað 16-17 views og allir eitthvað svona stupid boy why did you break it eitthvað svona það var mjög gaman og það voru líka bara planað að lókast mikið út Það fyndi hvað hatur gefur mikil views það er rosalegt sko það er bara ef þú kommentar einhvað að gera einhver kontroversur ég til dæmis mér er mjög gaman á TikTok að svona prófa mig áfram í að sjá hvað fólk finnst svolítið mikið en þú veist eins og ég kom eitthvað kommentaði Joe Biden is not my president þú veist, ég er náttúrulega Íslendingur og þú veist, postaði þessu og þú veist, gerði í endan það kom svona, I'm Icelandic þú veist, svona, sást bara í endan en allir fóru bara strax í kommentin bara yes, he is bara ógeðslega fucking brjáluð út í mig og þú veist, sumir sáu að kom I'm Icelandic og reyndi að útskýra fyrir hinum en þetta, þú veist, blóaði upp í rauninni, skilur ég út af því að kommentuðu svo mikið, séraði svo mikið Var það á TikTok? TikTok, já, en ég tók það út út af þetta var alltaf mikið hatur, sko ég reyna að hafa Hatrið séraði Já, í lúmst, sko ég reyna alltaf að hafa allt positive í kringum mig ég vill bara, þú veist að fólk sé bara happy og þú veist ég hef alltaf verið hana, bara mamma mín sagði mér um daginn sagði mér að
alveg síðan ég var krakki hef ég alltaf hugsað aðra áður en ég hugsað mig sjálfan. Ef að ég var að gera eitthvað með fullt af krökkum á leikskóla til dæmis og síðan fara allt í einu einhver einn krakki gráta og hinn hópurinn bara helt áfram að gera sitt, þá var ég svo sem fór og talaði við hann eða reyndi villi vera með og þú veist, og var svona svolítið bara svona að reyna að láta alla vera með og ég einhvern veginn bara hef alltaf verið svona að hugsa aðeins meira aðra heldur en ég hugsa mig sjálfan sko. En það hefur bitið mig í rassinn og látið mig líða mjög illa en já, bara þegar ég bara svona unglingur skilur ég bara var alltaf að hugsa alla aðra og fekk svona, þú veist, var alltaf að búast við ykkur tilbaka en þú veist, það eru náttúrulega bara alltaf mistök að búast við ykkur tilbaka, fólk náttúrulega sýnir bara mismunandi ást skilur og ég sýn hana bara svolítið mikið, ég svolítið intens með ástina sko, ég til dæmis það svo oft sem er neitað knúsi út að ég knúsa svo oft ókunna. Já, þú knúsaði það hann. Já, ég að spyrja, knúsast þið á hann? Ég heyrði eitthvað svona Já, ég barði hann þegar í baki. Já, þú gerir það alltaf. Ég kom bara eitthvað gaman að gerast þér og knúsaði bara, þú veist, ég bara gera þetta óvart. Mér finnst bara gaman að knúsa. Þetta var pínu sem ég var að hlaupa í burtu frá þér þegar þú komst. Ég bara fór strax úr stigann. Já, ég sá það taka niður eitthvað. Nei, málið sko var, við sitjum alltaf svona fram, svona segja einhver skemmtilegt vloggið og svo var þetta bara fokk myndaðan út í bíl og ég bara svona, það er að taka þetta af að hann kemur upp. Já, ég hef svo fljótur að koma kannski óvart. Nei, já, ég bara gleyndi að myndaðalum var ekki frammi og ég bara svona, ok, það er að taka þetta út. Já, ég sá þetta í viðtalinu við Hatta Patta, sko, og ég var svona, yes, ég er tilbúin, ég ætla að koma. Já, ég kem með myndaðalum eftir. Það er góð klippa, sko. Ég kem með myndaðalum eftir. Ég geta TikTok bara. Já, ég er til, já, sko. Við gerum fullt, ég næði vloggið og gerum TikTok og eitthvað cool, eitthvað. Skella okkur í fallegasta eitthvað, reddum þessu, bissu, bang bang og allt bara reddi. Nákvæmlega, sko, nákvæmlega. Þetta er ekki eitthvað. En hvernig lítur framtíðin út í þér? Svona, ef þú þyrstir að... Ég fengið ráða. Ef þú fengir ráða. Ef þú fengir ráða, þá færðu ekki ráða. Sko, draumurinn, þú veist, er að vera nógu vel stattur að ég get bara ferðast allan heim og aldrei þurfa að vinna dag í lífinu minn aftur og langa bara að gera það og skapa. Það er bara draumurinn að hafa nóg fyrir því en ég ætla að vinna mjög harkalega að því að komast á þann stað sko. Það sem ég geti bara tærað ungur og ferðast allan heiminn þannig að ég er bara sáttur. Það er svona draumurinn sko. Hvað ætlar að gera til að ná þessu markmiði? Já, það var að finna út úr í sko en kannski einn daginn vinn í lottó bara eða eitthvað. Þið sá gæinn sem vann lottó. Íslendingum maður, vá. Fuck. Var það ekki eitthvað, þetta var eitthvað svona villa sem kom inn eitthvað og hann fekk meiri pening eitthvað svoleiðis. Ég man ekki, bara eina sem ég heyrði hann fekk allan 1 miljard þegar ekki 1200 miljónir. Já, 1,3 ára, 1,2 eitthvað miljard. Maður er ekkert að móti því sko. Nei, það var alveg fínt sko. Ég held ég myndi ekki segja nei við sko. Þú veist, ég náttúrulega er ekkert, þú veist, gráður í það eiga pening og þú veist, mér langar ekkert að hafa eitthvað huge ass mansion og 12-car garage eins og 21 Savage segir en þú veist, mér langar að hafa nóg til að ég geti bara haft þetta allt svo ég geti bara núna ætla í þetta land ég ætla að kaupa mér hús í þessu land og ég elska þetta land ég ætla að kaupa endalaust að málingadóti og þú veist allt bara hafa nóg þannig ég þurfi aldrei að stressa mig yfir því aftur sko. En ég finn leið ég mun finna leiðstrakar það var geggjað bara kaupa fullt íbúðum já nákvæmlega það væri mjög sniðulega ef maður er komið með góðan pening að setja allt í real estate sko. Það er ekki bara að safna upp í vinnunni. Jú, ég er einmitt núna bara að safna fyrir sem rándýra skóla sem ég er að fara í. Já, þetta er náttúrulega háskólan nú. Já, það er alveg næstu í 600.000 krónur árið sko. Og hvað er mörg ár? 300.000 kall, þetta eru 3 ár. Já, ég hef fyrst byrja á bachelor degree. Það borgast upp. Geggjað. Er það ekkert eitthvað sem er svona farið til útlanda að læra eða? Sko það er nefnilega ef ég er búin að vera ár í þessum skóla þá færir maður svona Erasmus styrk sko til að fara í skóla úti, þú veist, skiptinám og þú veist, ég ætla 100% að gera það, ég mun örugglega fara til, þú veist, Ítalíu eða Barcelona eða eitthvað svona, eitthvað sem er allavega tengt í svona lista heiminn sko. Það er alveg geggjað. Já, hljóma vel. Langar bara það sem er sól alltaf. Ertu mikið svona, nei. Sko þú veist, ég elska þetta land Ísland sko en það er bara að vanta svolítið sól hérna sko. Það er samt eitthvað, það er sumlund sem er bara alltaf heit sko.
Já, allt það of heitt. verður örugglega, þú veist, eins og hér þá er þetta svo, ég elska sólina og það er líka örugglega pottið 100% út af því að sólin er svo lítið hérna. Já, Maður elskar hana mikið meira þegar hún kemur inn á Íslandi, en þú veist, kannski síðan býr maður að stað það sem er bara sól allan tíman og þá bara, þú veist, missum maður bara vitið eða bara nennir þið ekki. þetta er náttúrulega, við erum Íslendingar mm. og við erum svo vinnur svo og ég man bara, þú veist, ég fór til Ástralíu í fyrra. Fuck. Nei, heitt ég fyrir það ekki. 2020. Já, Ástralía, maður, vá. Fuck, hvað það var heitt. Ég bara þurfti að drekka vatn bara á 20 tímum frestinu, bara myndi ég bara missa það. Ég bara var alveg bara. Já, vá. Þetta er skeri land líka, sko. Já. Sástu einhverja skemmtilegar pöddur? Já, alveg. Risapöddur. Sko það var bara sagt, eða mér var sagt allavega bara þegar við fyrir á klóstið, þá áttu bara að horfa beint á klóstið, gera dótið þitt bara og horfa bara á klóstið og með að gera og svo bara út, bara þú veist, ekkert verið svona, þá myndu sjá. Þá myndu bara gráta. Já, það myndu gráta. Já, það var ógeðslega að fara að sofa. Maður var svona, ég setti sængin alltaf svona, alveg svona, ég var alltaf svona, og það var sjóðandi heitt. Svo var ég bara svona múmía og ekki kemst inn, skilju. Og svo sjóðandi heitt og ég vaknaði bara ógeðslega blautur og ég bara alveg bara. Líka í sjóðandi heitu landi. Jesús Kristur, maður. Ég man líka að það var eitthvað með, ég veit ekki alveg hvað mér dreymdaði ekki, en það var eitthvað að loftræstindir í einu húsinu okkar og við bara. Það var svo fucking heitt, sko. Mér langaði bara að öskra eða eitthvað, það var svo ógeðlegt, sko. Ég meina sögu fyrir ykkur nákvæmlega svona klósettferð. Ég var þetta á Spáni, ég fór í eitthvað svona spænsku skóla í 11 daga með fullt af bara vinum mínum. Þetta var svona útlandaferð sem að, þú veist, þá fór ég líka til Marokko og ég fór inn á, þú veist, ég var búin að eiginlega bara fara á eitt sérstakann stað til að pissa út að ég þorði ekki inn á klósettin, þannig að það var bara allt covered. Síðan var ég svona, ok, fuck it, ég ætla að man up hérna, ég ætla bara að fara inn á klósettið og bara horfa bara á klósettið. Og síðan var ég svona, bara eins og ég bara byrjaði bara svona bara forvitin, ég gerði þetta líka, sko. Og þú veist, og var svona, passaði ekkert að vera að koma maður niður eða var ekkert að fara að detta á mig. Og ég fæ bara svona, já, þetta er óþægilegt, sko. Og pæla ekkert mér í því, svona, ok, ég er að klára og síðan heyri í vinum mínum fyrir utan hurðina, þú veist, hurðinu vinstra veginn við mig og heyri að þeir eru eitthvað að labba og ég líti hliðar og þá á hurðinni var bara svona stór fucking kónguló, sko, bara hárug og bara ógeðisleg snack bara á hurðinni, hliðin á hurðahúninum. Ói, og varstu með lokaða hurð og þú veist? Með lokaða hurð, en sem betur fyrir ekki læsta, ég þorði ekki að læsa, sko. Okay. Já, út af kónglómar, ég er þokkinn skítrættið þessi kveikindi, sko, sérstaklega út af Spáni, þá, þú veist, getur að vera eitthvað actually, þú veist, hérna á Íslandi er ekki trættið við þessa litla. Nei, ég var líka bara í Ástralíu, sko, þetta var alveg fucking ógeðslegt. Svarta ekki hann, já. Það var á Íslandi. Nei, ekki á Íslandi. Já, fært. Jú, kom einhver með vínberum. Já, þetta, þeir náttúrulega geta byrist. Og ég var alveg unnið í græmiti bónus og ég skít trættur að koma í fucking, ég er alltaf bara bara svarta ekki hann beitn og Ísland. Já, taka bananina, þá var maður svona, maður sé myndir af þessi, sko. En já, sko, það sem gerði síðan var bara, ég sá þess að könguló og ég bara stoppaði, ég bara gæti ekki pissa meira. Ég var bara búinn þannig, sko, og þá hann kallaði ég bara á vinnan, ég var bara strákar, opniði fokkin hurðina og þeir eru eitthvað af hverju eitthvað reyna að segja og síðan bara strax á að opna og bara svona þegar ég var að beint fram hjá hann, ég bara það kóngulóðan inni, díliði við þetta og hleyp burt, bara hleyp aftur inn í herbyggju og bara og síðan koma þeir tilbaka og þeir eru eitthvað, Kolbjörn, sjáðu og þeir eru með bara pappír sem þeir eru búin að bara ná henni, drepa hana bara og bara svona opna pappirinn og bara sína mér að hann bara dauðana, náttúrulega, en þetta var ógeðslegt. Þá er þetta ekki það stór, þannig þú veist, þetta er ekki tarantúl stór, skilur. Sko, hún var ekki þykkan líkama og tarantúla, sko, en hún var samt með svona langar hárugar fætur. Hún var líka svona svart og appelsínugul. Fuck, ég er bara að fara svona ég er að panika, sko. Það var ekki skemmtileg sjón, sko, en ég fer ekki aftur inn á klósettinu á Spáni, sko. Pissa bara í einn bleið. Hvað sér við? Tekur ekki bara bleið með? Já, næst, þá tek ég bara bleiður. Svona fullorðins. Ég sá bara, sko, ég sá eina úti sem var hjúts sem betur fyrir kerrið fram í henni. Þetta var í bíl, sko, ég var bara fuck, þetta getur fyrir því, þannig að
alveg var Nei, hún var sko lengst í burti mér þetta voru mér sem bara keira fram og ég bara sá hana, sagði ekkert en ég sá hana bara, fuck þetta var svona einmitt því ég lendi í Ástralíu ég bara, núna er ég komin út í þetta, hverju fokkan mér er að gera og svo sá ég var reyndar heppin að ég sá bara eina konguló sem var svona átinni opin hún var bara á veggnum heima okkur hún var svona stór sælir og hún var ógeðslega sko ég þóli ekki svona áttfætlur ég er búinn að fara Ástralíu, það er ekki að fara að já, þetta er bara, hversu langt flug var þetta eiginlega? Var þetta nokkur flug líka? Sko, við fórum til Singapúr og svo til Ástralíu þetta var samt alveg ég ætla að gíska, ég er örugglega að fyrir mér 8 tíma flug frá Singapúr já, shit, ég skoðaði einu svona flug og það mér langar alveg að kíkja hana einhver tíma sko og ég sá bara, þú veist, einu sem ég sá var eitthvað 14-15 klukkutíma flug ég svona, já, ok, ég á ekki efni á first class miðum út að ég ætla ekki að fara í 15 klukkutíma ferð án þess að vera bara í þægilegasta sætinu og bara góðum málum, sko ég myndi ekki höndla það annars, sko Varstu ekki með eitthvað sögu eitthvað með baki á þér? Jú, ég hana eftir að ég brauta með fótinn Braustaði baki? Nei Já, það var bara strax brautið á mig baki þá var ég gifsi í 6 eða 8 vikur eitthvað svoleiðis ógeðslega lengi og þú veist, ég notaði vinstri fótinn mikið meira þannig að þú veist, ég var alltaf spennan þegar ég var að labba var alveg bara óþægilegt skilur og ég náði ekki að venja mig af því ég, þú veist, átt að fara til sjúkraþjálfa strax og láta, þú veist, leiðrétta mig sjálfan basically bara og þú veist raunin laga, en ég bara hélt áfram að labba með því að spenna fótinn bara svona endalaust og nota hinn miklu minna þannig ég var bara alltaf að drepast í bakinu og svona sérstökum staði sem ég er að drepast á sko og og bara búin að vera einhvern veginn að skekkjast og erfitt að standa lengi og erfitt að sitja lengi og svona en sem betur fyrir fór ég til sjúkraþjálfa og hann lagaði mig og átti að gera eitthvað sérstaklega teygjur þannig sem betur fyrir er ég svona aðeins byrjar að bætast því að ég myndi ekki meika að vera bara 21 árs skilur og með eitthvað rosa bakvandamál sem bara enda stressinu í lífinu mínu en ég var bara labbandi skakt það var málið sko án þess að fatta það án þess að geta leiðrétta Bak ef ekki fór að kalla þetta bara fínt Jú Mér fannst það bara Ég bara fekk ekki að tala um mig sko en þú talaði bara um þig Já, hvað vil tala um þig? Nei, ég er að fóka En hvað sér? Viltu segja eitthvað? Nei, takk hérlega fyrir að koma Mér finnst þetta var geggjað Takk hérlega fyrir spjalli Takk hérlega fyrir spjalli Ég held að þetta myndi vera lengra Ég bara datt inn í samræðinu Maður fer í svona flow Nákvæmlega sko Og það er ekki meira Bara takk hérlega fyrir að koma Takk fyrir að horfa Ég segi alltaf takk fyrir að vera með mér Takk, ég veit að þú borgar mér en samt Þú ert út næst, það kemur að Nei, tjók Fæ ég að sjáta mig sjálf hann út eða? Já, bara hvað svo Nei Enga svo kom fram fyrir bara allt Endilega horfði í þessa mynda Já, það er svona Ok Followa mig á TikTok, iDrespect og Instagram, Kolli Kókó Ég er með ágætlega skemmtilegt content þannig að kíkja á mig og bara, já Cool Geggjað Bless Verið sæl Nei